Já, kæru fundarmenn, þá komið að öðrum málum. Það hefur borist hérna tillaga. Það ekki Daniel. Já, hún hljómar svona: ég undirritaður legg til að fengin verði lögfróðir menn til að fara yfir lög ÖBÍ fyrir aðalfund 2013. Viltu fylgja þessari tillögu eftir? Ekki fylgja hann eftir, en orðið laust þessa tillögu. Guðmundur Geirsson. Já, mér finnst þetta bara mjög góð tillaga út af fyrir sig. En ég vildi gjarnan bara að hún kæmi með inn í mína tillögur sem kemur hérna á eftir, þar sem við endurskoðum að í heild sinni skipulag og tilgang öryrkjabandalagsins. Það greinilegt að það þarf að fara að skoða þetta allt í heildstætt og að það verður að vera minnst kosti einn starfsmaður sem verður sér ráðinn til þess að aðstoða þann hóp og þessi nefnd skili síðan og fái til sín þá aðstofamenn sem þar með náttúrulega lögfræðimenn. Þannig að sé hægt að koma með góðar tillögur til laganefndar, því það laganefnd næstkomandi sem á síðan að leggja fyrir lagabreytingar á næsta ári. En öðruleyti þá finnst mér sjálfsagt að við fáum lögfræðingar til þess að vinna með okkur í þessu. En svona, ég vil bara að við hugsum þetta svolítið heildstætt, en örlítið þá styðji tillöguna. Takk. Já, þakka Guðmundi fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls, Gísli Geirsson. Mikrofónna á leiðinni. Fóru mikrofónarnir út, eða? Er það þeir? Gísli? Allt er það sofnuð aðeins með hljónum, en það bara fínt. Ágætu fundarmenn, ég myndi leggja til að það farið þess á leið til hann Daniel, þannig ágætu mann að hann dragi þessa tillögu tilbaka. Það þarf að endurskoða allt bandalagi frá grunni og þegar bandalagi verður endurskoðað, þá þarf það að gera það með þeim hætti að bandalagið endurspegli að það sé Öryrkjabandalag Íslands, ekkert okkur án okkar. Annars gæti þetta snúist við, eins og til dæmis hlutföllin í framkvæmdastjórn núna, allt okkur án okkar. Ég legg til að þú dragir þessa tillögu aftur og ég reyndar furða mig dálítið á því að það búið að starfandi laganefnd í 8 eða 10 ár. Það eru minnst ákosti 10 ár síðan lagaumræða innan bandalagsins hófst og hún hefur litlu skilað því miður. Frekar aftur fyrir að mínu viti heldur en hitt. Til þess að þetta nái einhverjum árangri þá verður að endurskipuleggja bandalagi og þá þarf lagaumræðan að koma þar inn í. Þannig að ég legg til að þessari tillögu verði vísað frá. Takk. Já, Gísli, þú bæði leggur til að Daniel dragi hana tilbaka og henni sé vísað frá. Þú beinir því fyrst til Daniels að hann dragi hana tilbaka. Já. Aðeins bara til að hafa samræmi í hlutunum, því það verið að tala tillöguna, tillaga til aðalfundar ÖBÍ 20. október 2010, framkvæmdastjórn ÖBÍ leggur til aðalfundur Öryrkjabandalagsins Íslands haldið, já. Það ekki þessi. Já, ég ætla bara að hafa samhengi hlutana. Það verið að tala að sameina að þessi tillaga nái þessari tillögu sem Daniel með varðandi lagabreytingarnar. En Daniel, gjörðu svo vel. Takk, fundarstjórar, ágætu fundarmenn. Ég get alveg fallist á það að draga þessa tillögu mín tilbaka ef það verður tryggt að lögin verða tekin inn í þá endurskoðun sem á að gera fyrir félagið eða fyrir Öryrkjabandalagið.
Ef það er tryggt þá skal ég draga hann glaður til baka. Og ég skal líka taka þátt í að vinna við það ef einhver vill nýta mína krafta til þess að hjálpa því að koma Öryrkjabandalaginu á þann kjöl sem það á að vera. Þetta eru landssamtök okkar sem eru fötluð. Þó að sjáast ekki mér sé fatlað, þá ég heyrnarskertur og ég alvarlega heyrnarskertur. En það eru margir aðrir sem sést á eru fatlaðir. Þannig að við eigum öll sama réttinn og félagið eða Öryrkjabandalagið það þarf að taka á sínum málum og það er rétt sem að Gísli sagði áðan. Ég hef búin að vera hérna 4 ár í aðalfundi. Það er alltaf verið að tala um lög, breyting á lögum. Þetta á ekki að þurfa. Á að gera bara einn góð lög sem eiga að gilda. Á ekki að þurfa að vera laganefnd sem að kemur breytingar á hverju ári. Takk. Já, ég lít þannig þá á að þessi tillaga sé dregin tilbaka, Daníel dregið hana tilbaka og þá er komið að hinni tillögunni sem Guðmundur ætlar að fá að fylgja eftir. Er það ekki, Guðmundur? Gjörðu svo vel. Takk fyrir fundarstjóri. Eins og þið sjáu hérna fyrir framan ykkur, ég ætla að lesa þessa tillögu. Framkvæmdastjórn ÖBÍ leggur til að aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 20. október 2012 feli aðalstjórn að skipa í 7 manna nefnd til að endurskoða uppbyggingu, skipulag og aðild félagasamtaka að Öryrkjabandalagi Íslands. Framkvæmdastjórn verði falið að skilgreina nánar starf hennar. Nefndin hefur störf strax í upphafi árs 2013 og skilar skýrslu til aðalfundar ÖBÍ sama ár. Og hérna í greinargerðin, bandalagið hefur þróast ört frá stofnun þess ásamt því að aðildarfélögum hefur fjölgað verulega og því er kominn tími til að staldra við og huga að uppbyggingu og skipulagi til að ná betri árangur í hagsmunabaráttu. Nefndin á meðal annars að svara eftirfarandi spurningum: hvers konar félög eiga aðild að ÖBÍ? Á að deildaskipta bandalaginu? Á að breyta formlegu stjórnskipulagi með einhverjum hætti? Þetta er mjög mikilvægar spurningar og mætti bæta ýmsum spurningum þarna við, en ég, eins og hefur komið fram og eins og hefur sýnt sig á þessum fundi og reyndar mörgum aðalfundum undanfarin ár, að þá er veruleg þörf á þessu. Og ég var nú einu spítala á síðasta aðalfundi, sendi bréf og þar held ég hefði lofað því að þetta þyrfti að gera. Og ég talaði um það þar og nú er ég að reyna að standa við orð mín. Það er komið tími til þetta. En ég legg til að við gerum þetta vegna þess að það er mjög mikilvægt. Við þurfum að hugsa þetta vandlega. Hverjir eiga að vera í þessari nefnd? Það verður áreiðanlega þegi vel þínir starfskraftar. Þeir verða vel þegnir. En við þurfum að hugsa um ýmislegt. Við þurfum að hugsa um að þarna séu aðilar frá stóru félögunum. Við þurfum að hugsa um að þarna séu aðilar frá pínulitlu félögunum og líka frá miðfélögunum. Við þurfum að hugsa svolítið út frá annars vegar svona sýnilegri fötlun eða fötlun sem ekki kannski sérstist mikið en getur verið jafn alvarleg og jafn alvarlegri oft á tíðum. Við þurfum að hugsa að þetta sé fólk sem gerir sig grein fyrir því að það er líka mikilvægt. Það er okkur jafn mikilvægt að hafa einhverja sem eru tilbúinir að styðja við okkur, standa með okkur. Þegar var verið að stofna Öryrkjabandalag Íslands, þá voru það 3 félög, öryrkjafélög, sem tóku sér saman. Það var Sjálfsbjörg, það var Blindrafélagið og SIBS. Þetta voru félög fatlara sjálfra sem að taka sér saman og vilja fara að búa til einhvers konar bandalag. Og undirbúningsnefndin, hún kemst að því að við verðum að bjóða styrktarfélögunum með. Og þar með kemur styrktarfélag lamar og fatlarað, þar með kemur styrktarfélag vangefinna og Blindravinafélagið held ég komið þarna inn líka. Þannig að þetta það hefur sýnt sig, þetta er okkur mjög mikilvægt að hafa til þess að við séum nægilega sterk,
að þá verðum við að hafa alla flóruna. Foreldrafélög, það er ekki lítill styrkur af því, fólk sem að berjast fyrir börnin sín. Þannig að við megum ekki gleyma því að hver við erum, og eins og búið að minnast á hérna, ekkert okkur án okkar. En við verum líka mun eftir því að við erum að fara inn í svolítið nýja tíma, við erum að koma inn í nýja hugsun fötlun. Við erum að hætta að vera þetta fólk sem að þykja ölmusur. Við eigum rétt að vera jafn rétt á og aðrir í samfélaginu. Þetta mikilvægt, þetta gífurlega mikilvægt. Og þess vegna legg ég til að við samþykkjum þetta og aðalstjórn hugsi sér vel og komi með góðar tillögur að fólki, og við getum rætt þetta á næsta aðalstjórnarfundi og finnum einhverja góðar leiðir til þess að finna rétt fólk. Og eins og ég nefndi áðan, það mátti bæta þarna við, en það þurfum við að hugsa þegar kemur að fjárhagsáætlun, að þessi nefnd, hún þarf starfsmann, það er alveg klart mál. Hún þarf launaðan starfsmann sem að við getum sendt til nágrannaþjóðanna, til félaga okkar í næstu löndum, hvernig þeir hafa þetta, hvað þeir eru að gera. Það eru búin að vera stórar breytingar í Skandinavíu, stóru félagunum þar, og þeir eru svona að hugsa sig og velta vöngum, og það er mikilvægt að við tökum mið af því. Og Evrópusambandið, EDF, European Disability Forum, sem við erum aðilar að, við verðum að taka mið af því líka, hvernig það er uppbyggt og hvernig þau félög sem þar eru, til þess að fá að hafa þar fulla aðild. Það er gífurlega mikilvægt. Svo legg ég þetta bara í hendur fundarins. Takk. Já, þökkum Guðmundi fyrir. Orðið er laust þessa tillögu. Já, gjörðu svo vel. Segið til nafns, Guðbjörn. Já, góðir fundarmenn og fundarstjóri að sjálfsögðu. Ég kem nú hérna upp bara til að benda á að það þarf að laga fyrirsögnina í þessari ályktun. Þetta er ályktun aðalfundar Öryrkjabandalagsins sem haldin er 20. október og 7. nóvember. Á þeim degi erum við stödd núna þegar þessi tillaga kemur fram og verður vonandi samþykkt. Takk fyrir. Já, takk fyrir Guðbjörn. Já, mér langar bara aðeins að hnykkja svolítið betur á þessari tillögu í að hún kom nú svona í loforði formanns og framkvæmdastjórnar til okkar í laganefnd að þessi tillaga kemur fram á fundinum, því að okkur áböð sundurlaus, hvað lögin eru sundurlaus. Og ég kannski svona, því ég hef svo oft tekið þátt í svona skipulagningu og teiknað svona lagað upp, það vekja athygli á því að það er ekki minnst mikilvægt að skipuleggja og skilgreina hvernig aðildarfélögin eiga að vera í Öryrkjabandalaginu. Það er ekki síður mikilvægt að gera skipurit að Öryrkjabandalaginu sjálfu. Hvernig ákvarðanataka fer fram, hvernig ábyrgðarþátturinn er frá toppi og niður, og eins og ég hef oft bent á að aðalstjórnin er svolítið eins og hérna sendisveinn framkvæmdastjórnarinnar og virkar þannig að það er bara í svona einstök mál sem eru borin alveg eindregið undir samþykki aðalstjórnar, en
framkvæmdastjórnin sér allt án nokkur samráðs við aðalstjórnina. Ég hef ekki orðið var við það þennan tíma sem ég hef verið í þessu, að það sé eðlilegt og lögformlegt samband þarna á milli miðað við það eins og ábyrgðarþátturinn á að vera. Þess vegna að skipuritið að Öryrkjabandalaginu er það langt mikilvægasta og síðan það hvernig Öryrkjabandalagið starfar með félögunum. Já, þökkum fyrir. Það er þarna gjörsamlega kynnaði, við vitum ekki. Með gleði kynni ég mig. Ég heiti Fanny Proppi Eiríksdóttir og ég er formaður FAS. Mér langar til að byrja á því að þakka ykkur fyrir þennan aðalfund og þann síðasta. Því ég veit þetta er mikið vinn og það er mörg mál í gangi hérna og það er margir sem vilja taka til máls. En mér fannst afskaplega erfitt hérna þann 20. þegar maður mætti að fundurinn byrjaði ekki á réttum tíma. Hann byrjaði ekki fyrir 10 mínútum seinna. Síðan fyrir formaður með 20 mínútna ávarp og ég skil ekki af hverju þarf að hafa ávarp. Þetta er aðalfundur, þetta er afgreiðslufundur. Þá bara kjósa fundarstjóra, setja fundi, kjósa fundarstjóra og riddara, síðan kemur skýrslan. En síðan var líka opnað fyrir umræður inn í ávarp formanns sem tók einhverjar 20 eða 30 mínútur. Þannig að það virðist vera að þegar þið setja upp dagskrána, þá gerir ekkert ráð fyrir því að séu umræður eitt eða neitt. Og mér finnst þegar vera að opna fyrir umræður, það er svo sjálfsagt þessi umræður, því öðruvísi fáum við ekki að vita hvað fólk er að hugsa. En að opna fyrir þá sem vilja taka til máls, það sé bara opið í cirka 5 mínútur eitthvað svoleiðis. Og síðan verði takmarkað tíminn sem hver og einn má tala, 1 til 2 mínútur, það er bara gott mál. Þá kannski getur fólk líka undirbúið sig aðeins betur. Og síðan langar mig líka aðeins til þess að tala skemmtiatriði á aðalfundi. Þetta er afgreiðslufundur. Það þarf ekki að draga að með skemmtiatriðum. Skemmtiatriði átti að taka korter, það tók hálftíma. Við höfum öll nóg við tíman okkar að gera. Þannig að bara fyrir næsta aðalfund þjöppum þessu betur saman og verum markvissari og gerum ráð fyrir að sé einhver umræður. Ekki að setja upp dagskrá sem gerir ekki ráð fyrir einum umræðum og svo er fullt af umræðum. Þetta er bara mitt álit. Og þakka ykkur fyrir kvöldið. Já, við þökkum fyrir þessar ábendingar, en eru fleiri sem vilja tjá sig tillöguna? Ef við reynum að klára tillöguna, svo er opið umræður önnur mál síðar. Þarna, já, gjör svo vel. Það er þarna fyrir aftan. Komiði sæl, Þóra heiti ég Þórarinsdóttir, ég er framkvæmdastjóri fyrir Ásstyrktarfélag. Ég styð þessa tillögu, en ég vil bara benda á og minna á þá mikla stefnumótunarvinnu sem fóru fram hérna hjá Bandalaginu fyrir nokkrum árum síðan. Og ég vil bara beina því til ykkar að það fóður sem þar var til, að það verði þegar notað af þessari 7 manna nefnd og jafnvel að hún kíkja aðeins yfir það hvort að það sé allt í gildi sem ætti að vera í dag miðað við þá framvindu mála síðan þessi stefnumótun var raunin. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Eru fleiri sem vilja tjá sig tillöguna áður en við afgreiðum hana? Já, gjör svo vel. Góða kvöldið. Ég heiti Sigríður Jóhannsdóttir og er formaður fyrir Samtök sykursjúkra. Já, mér langaði svona aðeins til að tjá mig því mér finnst þetta mjög þörf tillaga breytinguna á skipulaginu og það þarf að taka tillit til marga þátta. Ég get talað sem fyrirverandi framkvæmdastjórnarmaður og meðlimur í laganefnd og formaður laganefndar í mörg undanfarin ár. Það er kannski búið að tala mikið þessu óþarfi breyta lögum og auðvitað kannski ekki rétt að gera það hverju ári, en þú veist, það er eins og laganefndin og lagatillögurnar hafi komið svona eftir hendinni, hvað fólk hefur dottið í hug þetta árið og hitt árið. Það hefur ekki verið unnið samkvæmt, eins og Þóra benti réttilega og ég ætlaði að segja frá stefnumótuninni sem unnið var hér fyrir nokkrum árum síðan á mjög faglegan hátt. Það er kannski okkur í framkvæmdastjórninni sem voru þá að kenna, ég veit ekki, það voru sviptingar og umbrot og formannsskipti, en við ættum að hugsa stefnumótunina sem var unnin mjög vel að ég tel. Og það þarf að breyta lögum af og til því að samtökin breytast og eru ekki alltaf eins, en það er kannski óþarfa hverju einasta ári eins og við höfum verið að gera og velta okkur upp úr smáatriðunum sem skiptir kannski ekki alltaf máli.
Og svona aðeins kannski frekar varðandi skipulag samtakana, mér finnst einhvern veginn, við verðum kannski að hugsa að það alltaf fleiri og fleiri sjúklingasamtök hérna. Mér finnst oft gleymast að ræða sjúklingasamtökin og mun eftir þeim. Ekki höfuð áhersla á fötlun, þú veist, það alltaf svo skilgreiningatriði, hvað fötlun? Ég meina, ég með sykursýki fatlaður einstaklingur? Það má alltaf deila. En við erum meðlimir í félagunum og félagið var samþykkt á sínum tíma og fullt af öðrum félögum, þannig að verður að taka tillit til allra. Og þú veist, það er góð hugmyndir sem Guðmundur talaði þú veist, það þarf að ræða þetta, eigum við deildaskipta, eigum við öll heima saman undir sama þaki. Það er mjög áhugavert að taka svona til heildarendurskoðun á samtökunum og löngu tímabært. Þannig ég styð tillöguna. Ég hefði heldur svona viljað að aðalfundurinn kysi í nefndinni en ekki, að aðalfundurinn kysi í nefndinni en ekki aðalstjórnarfundurinn. Við erum jú stærri samkoma og æðri aðalstjórnarfundi, en ég ætla ekki að gera neitt mál úr því, en mér finnst svona kannski það hefði verið jafnvel eðlilegra að aðalfundurinn kysi í þessa fólki til þessa vinnu, en bara styð tillöguna. Já, takk fyrir það. Guðmundur hefur beðið orðið smávegis á. Takk fundarstjóri, ég ætla bara að þakka fyrir þessar athugasemdir og tillögur sem hafa komið núna, því þær eru mjög mikilvægar og það er mikilvægt að þær komi inn í fundargerðir til þess að nýta í þetta starf fyrir nefndina. Ég vil líka benda ykkur á að það er ekkert búið að loka fyrir tillögur af þessu. Það er alveg upplagt til dæmis að senda tillögur á skrifstofuna sem þetta væri bara á opi@opi.is. Þannig að endilega hreint ef að þið hafið einhverjar hugmyndir hvernig þið viljið sjá bandalagið, hvernig þið viljið haga þessu, endilega senda það þá angað og merkja það tillögu vegna skipulagsbreytinga. Meira hef ég ekki að segja í bili. Já, takk. Nei, þakka Guðmundi fyrir. Voru fleiri sem vildu tjá sig tillöguna áður en hún verður afgreidd? Nei, ef svo er ekki, þá ber ég tillögun upp. Er eitthvað sem óskar þið að ég lesa hann upp aftur? Nei. Þá er sem sagt tillagan eins og hún kemur þarna fram, borin upp. Þeir sem segja já, gefum mér merki með það rétt upp hend. Þeir sem á móti, það er engin, hún er samþykkt. Takk fyrir, við erum undir liðnum önnur mál. Eru einhverjir sem vilja koma, eru með einhver önnur mál? Við eigum kortir eftir. Það er nógu tími. Eru það enginn sem kveður sér hljóð? Jú, það er hérna konum 2 hendur með sér. Ég hefði ekki átt að segja þetta kannski. Já, Frímann, þessu vel, og Daniel svo. Frímann. Góðu félagar, ég hef verið síðustu 3 ár sem varamaður í framkvæmdastjórn og það var að ræða hlutverk framkvæmdastjórnar og hvort að framkvæmdastjórn teldi að væri að ætla sem meira vald hún ætti að hafa. Í þessum hópi var alltaf á hreinu að framkvæmdastjórn væri vinnudýrin og við erum að leggja þetta fyrir aðalstjórn til samþykktar því að við hefðum ekkert vald þannig. Við erum bara undirbúa og ganga frá því sem það er ákveðið. Það var alveg ljóst á þessum fyrir hluta fundarins að ég hafði ekki tiltrú þeirra sem hér eru og greint atkvæði til að sitja sem aðalmaður í framkvæmdastjórn og við því er náttúrulega ekkert að segja menn með frjáls að kjósa það sem þeir vilja og ekki dóðalegt við það skiptum fólk. En ég var bara komað því til þeirra sem eru kosnir að þeir sinni því sem þeir tók að sér. Það er nefnilega ekki nóg að vera kosin í nefndir eða dót og mæti ekki. Það eru allt og mörg dæmi það. Varamenn í stjórn sem að mæta kannski 1 fund á tímabilinu eða í þeim dórskum. Þetta er ekki nóg gott í sjúklingafélögum og
félögum fatlaðra þá svo mikið veikindi og svo mikið forföll að það skiptir máli að allir mæti og leggi sitt að mörkum. En nú þetta eins og segja, þetta er nýtt og ferskt fólk komið og ég býða bara velkomið í forystu samtakana og við sem að hér erum verðum að treysta á að þetta fólk leggi alla sína krafta fram. Takk fyrir. Þetta má ekki vera á plat, sko. Takk fyrir. Takk frímanni fyrir. Daniel? Fundarstjórar, ég bara fagna því að þessi tillaga var samþykkt og ég fagna því líka að Öryrkjabandalagið og starfshætti þess verða teknir til algjörrar endurskoðunar og það verði gerð mikil og góð skipulagsbreyting á þessum félagsskap. Því að þetta er félagsskapur sem á allan tilverurétt. Og það skiptir ekki máli hvort að við séum fötluð, með einhverja fötlun sýnilega eða ekki, eða hvort við erum sjúklingar, veik. Við eigum öll samleið og við eigum öll að standa við bakið á hvort öðru og hjálpa hvort öðru. Svo er það annað sem ég langar aðeins að minnast á, það voru orðin innan Fanneyjar áðan, þegar hún var að tala upp á fundarins 20. október síðastliðinn. Þetta er alveg rétt sem hún sagði og satt, en við verðum líka þegar formaður búin að halda sína skýrslu og það eru opnaðar umræður hana, þá eigum við að tala skýrsluna. Við höfum ekki að fara að tala eitthvað annað í 20 mínútur, hálftíma eins og var gert. Það kemur málun ekki við, það eru til önnur liður sem heitir önnur mál sem við höfum nota undir það, eins og við höfum að gera núna. Svo bara þakka ég fyrir frábært kvöld og ég óska ykkur öllum hins besta í framtíðinni. Takk fyrir. Já, kæru félagar, það er ekki fleiri sem hafa beðið orðið og þá lít ég þannig á að önnur mál séu frá. Ég fyrir mína parta, ég bara þakka fyrir að fá þann heiður að stýra þessa fundi. Þið voru mun rólegri í kvöld heldur en 20. október. Það er spurning hvort að ég ekki halda þessa fundi fyrir eitthvað svona seinni partinn heldur en fyrir partinn. En allavega, ég ætla áður en við gefum Guðmundi orðið, þá ætla ég bjóða Steinunni að koma hér upp og þakka fyrir sig líka. En ég þakka kærlega fyrir mig. Já, ég hef svo sem engu við þetta bæta öðru en því að ég vil bara líka þakka fyrir mig og þakka fyrir samveruna og bara hafið það, hvernig hafið það gott bara í kvöld og gef ég Guðmundi orðið til þess að slútta þessu. Takk og þakka ykkur kæru fundarstjórar, þetta er búið að vera erfitt en þið hafið staðið ykkur með prýði og ég á alveg eins vona því að við viljum eiga einhvern tímann höng upp í baki á okkur og fá okkur til liðs við okkur seinna. En það er ég ætla að byrja á að segja ykkur frá að við erum búin að ákveða að vera með uppákomu 13. nóvember klukkan 16 stundvíslega á Austurvelli. Þetta er svona, við vorum fyrst að hugsa hvort að við ættum að vera með opinn borgarafund í tilefni að því að það þarf að lagfæra fjárlögin. Svo vorum við að hugsa hvað hefur gefist okkur, hvernig fáum við mestu athyglina hjá fjölmiðlum. Og svona fundir gefa athygli. En það er svolítið rennt lengt í sjóinn með það þó við auglýsum hvað koma margir. Kannski koma bara 5. Það er ekki nóg. Kannski fyllist Austurvöllur og þá voru þetta frábært. En svo getur líka verið gott að vera bara með einhver gjörning, uppákomu. Það var vegna skerðingarna 1. júlí 2009. Þá var samþykkt heljarmikil ályktun frá aðalstjórn þar sem við hörmuðum þetta og vorum mjög óhress og
við fengum Hvíta húsið til þess að hanna fyrir okkur heilsíðuauglýsingu þar sem við birtum alla ályktunina með greinargerð. Þau komu með tillögu að því að vera með svona krans utanum. Síðan þróaðist þetta og það endaði með því að ég fór og lagði svona krans eins og gert við kistulegningu á alþingiströppurnar. Við vorum ekki nema 5-6 manns, kannski 10. En við fengum mjög mikla og góða umfjöllun. Þetta er að miðju sumri, þetta er einmitt þegar er erfiðast að fá fólk til að mæta. Þannig við fórum að velta föngum og ég óskaði eftir, og það var sent til allra félagana, og óskum það að biðja fólk að koma til þess að taka þátt í að undirbúa einhvers konar gjörning eða einhver slíkt. Það var mjög lítil þáttaka. En við létum ekki degan sig á og héldum bara áfram og fengum til liðs við okkur Hvíta húsið. Við fengum til liðs við okkur Unni Maríu sem hefur unnið mikið fyrir okkur, svona verið í nefndum og annars slíkt, kemur frá Sjálfsbjörg, og hún ætlar að hjálpa okkur við að halda utan svona gjörning, og við ætlum að gera alveg rosalega skemmtilega gjörning, en ég ætla ekki að segja hvað það er, því að það getur verið dálítið hættulegt. Aftur á móti þá er hérna frá honum Hilmari Guðmundsssyni sem ætlar að halda utan svona, starfsmannahald okkar, það er að segja okkar félaga. Og þá segir hann hérna, ég ætla að lesa þetta bara allt saman: þriðjudaginn 13. nóvember kl. 6 stundvíslega verður uppákoma á Austurvelli. Allir sem vettling geta valdið eru beðnir að koma. Það er mjög áríðandi að sem flestir mæti. Þetta stendur stutt yfir og allt mun gerast hratt. Atriði byrjar strax kl. 16 og verður að mestu lokið 16:45. Okkur vantar minnst 10 manns til aðstoðar og eru þeir sem eru tilbúnir að taka þátt í atriði að mæta í sal Sjálfsbjörgar á höfuðborgarsvæðinu hátur í 12, gengið inn að sunnan á mánudaginn kl. 16. Það er að segja daginn fyrir, akkurat. Og þar verður farið yfir það sem gerist á þriðjudeginum og það æft svo að allir verði í samtaka. Gott væri ef einhverjir sem eru tilbúnir að aðstoða hafi samband við mig, Hilmar Guðmundsson eða Önnu Kristínu fyrir eða helgina. Hægt er að senda mér tölvupóst hilmargud@simnet.is eða hringja 847 6551. Anna Kristín er með síma hjá Sjálfsbjörg 551 7868 eða tölvupóstur annakristin@sjálfsbjörg.is. Takk fyrir Hilmar Guðmundsson, ES. Nánar verður þetta á föstudag eða helgina á netinu. Það er það. Það er mikið og það er kannski pointið í þessu, það er að halda þessari spennu, segja ekki mikið, en þetta verður áræðanlega, alveg, ég get fullvissað að þetta verður svona eitthvað eftirtektarvert og nóg til þess að við komum okkar málum að í fjölmiðla. Svo vil ég bara þakka fyrir þennan fund í heild sinni. Hann var erfiður hérna laugardagurinn 20. og ég vil bara biðjast afsökunar og sérstaklega beini þeirri afsökunarbeiðni minni til þín, Helgi Gísli, að það er að segja athafnaleysi mínu. Ég kannski hefði átt að taka þarna fyrr og stoppa mál, en gerði það ekki, fannst hérna svona, og ég ætla ekki að kenna einum en einum um það, svona fór þetta allt saman. En ég vil taka undir orð Gísla, og það sýnir hérna stóran mann, þegar hann biður okkar að láta ekki þessa fundi okkar fara í persónulegt skítast og slagsmál, heldur stöndum við saman og vinnum á okkar málum í eindrægni. Svo þakka ég kærlega fyrir í kvöld. Takk.